Góðan daginn. Svo stendur annað á því að fjalla aðeins greiðslutilkynningar til birgja og hvernig við í fjársýslunni höfum gert það, koma greiðslutilkynningum til birgja. Sjá. Já, vantar. Já, þetta ekki bara í þessu? Svona. Þetta svona. Já, greiðslutilkynningarnar eru framleiddar í viðskiptaskuldum. Það er þar sem að greiðslur fara fram í orranum. Nú, við erum með græja. Jæja, lífmyndur. Þið kannist kannski flest við greiðslutilkynningarkistuna. Við í fjársýslunni létum búa til greiðslutilkynningu fyrir greiðsluþjónustu, eða sem sagt 2 kistlur reyndar. Ég ætla aðeins að fjalla síðan í lokin aðra kistlur sem það getur fengið í pósti. Nú, greiðslutilkynningin, hún er keyrð út svona. Þarna getum við tekið út greiðslutilkynningu, það er sem sagt hvað hefur verið greitt. Og í þessari kistlu getur maður rauninni bara sett inn greiðslubunka heiti eða númer greiðslunar. Og það er ansi takmarkað. Og síðan er hægt að setja svona skilaboð sem að koma fram í skýrslunni. Ef við sjáum síðan greiðslutilkynninguna hvernig hún kemur út hérna, þá lítur hún út svona og skilaboði koma hana neðst. Þessi greiðslutilkynning henta ekki fjársýslu ríkisins. Það sem að greiðsluþjónusta fjársýslunar er að greiða fyrir mjög margar stofnanir og þessi greiðslutilkynning raðast upp á stofnun fyrst, síðan á birgja. Þannig að ef að einhver birgi hringir inn og vill fá upplýsingar ákveðna greiðslu, þá þarf að fletta kannski margar síður til að finna allar greiðslurnar sem voru gerðar í viðkomandi greiðslubunka. Og svo er náttúrulega þetta að geta bara tekið út einn ákveðin greiðslubunka eða eina greiðslu sem er náttúrulega líka ekkert sérstaklega gott. Þannig að við létum smíða þessa skýrslu hér, greiðslutilkynning greiðsluþjónustu. Hérna höfum við bætt við nokkrum parametrum og þá kannski fyrir fyrsta er hérna greiðsludagsetningin sem er payment date. Þannig að við getum þá tekið út alla greiðslur sem að hafa verið greiddar á einum degi. Og þarna getum við líka sett inn nafn birgja eða kennitölu sem er þannig vendor number. Þetta er alltaf á ensku. Og þessi skýrsla lítur þá svona út. Hún er dálítið öðruvísi, þarna sjáum við í staðinn fyrir lýsingu þá kemur stofnun. Þannig að þetta er náttúrulega aðalega hugsað fyrir greiðsluþjónustuna hjá okkur. Og þarna sjáum við fyrir hvaða stofnun var verið að greiða undir viðkomandi birgja. Og það væri þá hent að senda sóma þessa blaðsíðu. Nú, það sem við höfum gert að auki við höfum látið búa til þessa skýrslu hér og þetta lítur svona út. Og það sem er öðruvísi við þetta heldur en hinna sem við varum að sýna áðar er það að
þetta getur sendt út tölvupóst sjálfvirkt. Þannig að það sendt á alla birgja sem eru með tölvupóstfang í birgjaspjaldinu, greiðslutilkynning. Þið sjáið að parametrarnir eru nánast eins og í hinni skýrslunni, nema þarna kemur tegund keyrslu, TP, það þýðir í rauninni að við viljum fá skýrslu fyrir að senda tölvupóst á alla og fá prentaskjal fyrir þá sem eru ekki með tölvupóstfang. Og þessi tölvupóstfang sem koma þarna fyrir neðan, það sem sagt sendandinn, og síðan innanhúst tölvupóstfangi sem að fær skýrsluna yfir þá birgja sem eru ekki með tölvupóstfang og hafa þá væntanlega ekki fengið sent til sín, og þá voru náttúrulega hægt að fara í þann lista og setja tölvupóstfang inn á þá birgja. Nú að lokum þarna meginmálið í tölvupósti sem að kemur þá fram í tölvupóstinum sem að sendur til birgjans. Þessi skýrsla hefur virðist ekki henta öllum stofnunum. Fyrir það fyrsta þá eru aðrar stofnanir kannski bara með eina stofnun og þá er kannski betra að hafa lýsingu. Við sjáum hérna í þessi stofnana hluti hérna er kannski óþarfur fyrir venjulegar stofnanir. Svo hefur þessi skýrsla ekki keypt til dæmis fyrir Landspítalann sem hefur ætlað að nota þetta, en það stendur til bóta. Þetta sparar alveg heilmikla vinnu og símhringingar frá birgjónum. Nú til þess að birgjarnir fái þennan tölvupóst, þá þarf að setja tölvupóstfang inn á birgjaspjaldið og það er gert með því að fara inn í aðsetursbók á birgjanum. Það þarf að finna spjaldið og smella þarna á stjórna spjöldum. Nú undir flipanum samskipti, þar er sett inn netfangið. Það er þarna reitur sem heitir tilkynningaaðferð. Það er reitur sem á við pantanakerfi. En þarna getur maður sagt að maður vilji senda fólki póst, en það hefur ekkert með þessa aðgerð að gera, og þetta hefur reyndar valdið því að ef starfsmaðurinn sem setur netfangi inn og setur tilkynningaaðferðina tölvupóstur, að ef að viðkomandi stofnun er með pantanakerfi, þá er sendur póstur á birgjan leið og pöntunin er gerð. Þannig að í næsta atriði sem við sýnum ykkur á eftir varðandi greiðslubeiðnir, þá hefur fólk fengið tölvupóst þegar greiðslubeiðni hefur verið gerð og tölvupósturinn er náttúrulega algjörlega óskiljanlegur fyrir það fólk. En þannig að svona á þetta að líta út svona á alla jafna ef fólk er ekki með pantanakerfi. Nú, ég ætlaði líka að fara yfir það sem við getum sendt út á áætlun fyrir ykkur, sendt ykkur í tölvupósti þessar skýrslur einu sinni á dag, 2 klukkutíma eða eitthvað, ef við viljið. En flestar af þessum skýrslum eru sendar mánaðarlega til þeirra sem biðja það, og ef þið þurfið á svona skýrslum að halda, þá sendið á hjálp.fis og við finnum út af því hvernig það verður gert. Nú, svo getið þið sjálf pantað ykkur skýrslu úr
kerfinu með tölvupósti. Þið getið sett skýrslu í áskrift eða þið getið sett keyslur í áskrift. Þannig að þið getið sett af stað einhver keyslu og hún keyrir alltaf á klukkan 8 á morgnana. Nú, þið bara veljið einhverja ákveðna skýrslu hérna, fyllið hana út og svo farið í áætlun. Nú, allar þessar teikningar, þetta ekki börnin mín, þau hafa hæfileika. Þau hafa selvsagt myndlista hæfileika, þetta ég, Þau hafa hann ekki frá mér heldur. Þið smetlið hérna á áætlun og getið þá sagt hvenær viljið að skýrslurnar séu keyrðar. Og hérna set ég að ég vil að þessi skýrsla sé keyrð einu sinni á dag, klukkan 5 morguninn. Og út af því að ég með dagsetningar í parametrónum, þá set ég líka að ég hækka dagsetningar í hver skipti sem þetta keyrt. Þannig að haka við það. Annars myndi hún bara taka alltaf þetta dagsetningabil. Nú, næst, til þess að fá þetta út í tölvupósti þegar keyslunni hefur lokið, þá fer ég henni valskosti og vel þann sem á að fá tölvupóstinn. Og þannig þarf ég að setja hérna prósent starfsmaður fyrir aftan. Út af því að ef ég bara googla hann, þá kemur hann mörgum sinnum. Út af því að ég líka bæði merktur inn í kerfinu sem starfsmaður og svo ég líka merktur inn sem viðskiptamaður. Nú, og þegar þessi keysla keyrð, þá fæ ég tölvupóst. En tölvupósturinn þarf að vera, tölvupóstfangi þarf að vera skráð á starfsmanninn í starfsmannaspjaldinu. Og það náttúrulega líka mikilvægt varandi það þegar þeir eru að logga inn og þurfa að ná í, gleymið lykilorðið eða svoleiðis, þá þarf tölvupóstfangi líka að vera skráð hjá starfsmanninum til þess að hann fái leiðbeiningar það hvernig á að opna eða setja inn nýtt lykilorð. Nú, getið þið náðu ykkur í hjálp. Nú, þessi fyrirlestur í 3 hlutum og nú byrjar hluti númer 2.